Stærsti erlendi kröfuhafinn í gamla Glitni írskur sjóður sem stofnaður var á árinu, skilanefnd og slitastjórn vita fátt. Stærsti erlendi kröfuhafinn í gamla Glitni sem á 95% í Íslandsbanka virðist hvorki vera með starfsfólk né síma þótt finna megi heimilisfangi í Dyflinni. Þetta írskur sjóður sem stofnaður var á árinu og gerir 150 milljarða króna kröfur í þrotabú bankans. Skilanefnd og slitastjórn vita fátt. Sigríður Móinsson segir frá þessu. Stærsti erlendi kröfuhafi Glitnis miðað við kröfulýsingaskrá bankans írski sjóðurinn Burlington Loan Management með kröfu upp á 150 milljarða. Kröfur sjóðsins eru settar fram í 20 liðum og eru tilkomnar vegna skuldabréfa. Miðjan október náðist samkomulag að Glitnir fyrir hönd kröfuhafa eignaðist 95% af hlutafjár í Íslandsbanka. Írska félagið því óbeint stærsti einstaki eigandi Íslandsbanka. Hvorki skilanefnd Glitnis né slitastjórn bankans þekkja til félagsins. Fréttastofa eyddi deginum í að grafa upp upplýsingar sjóðinn. Það reyndist vægast sagt erfitt. Það sem þó fékkst upp úr krafsinu að sjóðurinn var stofnaður í apríl á þessu ári. Því ekki að ræða lánveitanda Glitnis enda féll bankinn í október í fyrra. Ekkert símanúmer fannst á félagið en fréttastofa fann heimilisfang Burlington Loan Management og hafði samband við fyrirtæki á hæðinni fyrir ofan og neðan það. En enginn kannaðist við nafnið Burlington Loan Management. Í yfirlýsingu skuldabréfaútgáfu írska sjóðsins sem birtist á netinu í lok nóvember síðastliðnum var vísað í írsku lögfræðistofuna Matheson Ormsby Prentice fyrir frekari upplýsingar. Fréttastofa náði tali af lögfræðingi stofunar í dag. Vegna trúnaðarsamnings við írska sjóðinn gat hann ekki gefið upp neinar upplýsingar. Ýmislegt bendir því til þess að vogunarsjóð sé að ræða sem hefur keypt skuldabréf í Glitni á svokölluðum eftirmarkaði sem fór á stað í kjölfar bankahrunsins. Írski sjóðurinn sem stærsti erlendi kröfuhafinn í gamla Glitni skúffufyrirtæki í eigu 3 annarra skúffufyrirtækja. Árni Tómasson formaður skilanefndar segir að sjóðurinn tengist stórum bandarískum vogunarsjóði sem nefnist Davidson Kempner. Helga Arnardóttir. Írski sjóðurinn Burlington Loan Management Limited með kröfur í Glitni upp á 150 milljarða. Margt bendir til að þetta sé vogunarsjóður sem hafi keypt skuldabréf í Glitni á eftirmarkaði sem fór af stað í kjölfar bankahrunsins. Írski sjóðurinn því óbeint stærsti einstaki eigandi Íslandsbanka. Sjóðurinn var stofnaður á þessu ári og skráður til húsa hjá lögfræðistofu í Dyflinni á Írlandi. Engar upplýsingar fást þar. Samkvæmt írsku fyrirtækjaskránu hann í eigu 3 skúffufyrirtækja sem BADB Charitable Trust Limited, Eurodice Charitable Trust Limited og MEDB Charitable Trust Limited. Öll félögin skráð á heimilisfang lögfræðistofunar. Þá 3 stjórnarmenn skráðir á Burlington Loan Management Limited. Dorothy Orlach skráð til heimilis í Dyflinni, Conor Bastable skráður til heimilis í New York og sá þriðji Michael Herzog til heimilis í Lundúnum. Árni Tómasson formaður skilanefndar Glitnis segist lítið vita sjóðinn, en þeir sem standi á bak við hann séu skuldabréfaeigendur og tengist stærri vogunarsjóði sem nefnist Davidson Kempner Capital Management með höfuðstöðvar í New York. Hann segir kröfuhöfum ekki skylt að koma fram undir nafni. Þeir sem vilji hins vegar eignast ráðandi hlut í bankanum þurfa að fara í gegnum formlegt ferli hjá fjármálaeftirlitinu og gefa upp allar upplýsingar. Árni segir því engar líkur á því að erlendur vogunarsjóður sé eignast Íslandsbanka. Gróðavonin í fyrirrúmi hjá vogunarsjóðum sem meðal stærstu kröfuhafa Glitnis og þar af leiðandi líkast til stærstu eigendur Íslandsbanka. Litlar líkur á að sjóðurinn hafi huga á að reka banka á Íslandi en margir sjóðana tengjast. Einkenni vogunarsjóða að nýta sér óhefðbundin fjárfestingatækifæri til dæmis skortsölu. Sjóðirnir í hugum margra ímynd græðgi undanfarna ára, starfsháttunum oft líkt við fjárhættuspil. Írski vogunarsjóðurinn Burlington Loan Management var stofnaður í vor, líklega utan viðskiptin með skuldabréfin í Glitni. Viðskiptatækifærið felst í að kaupa skuldabréfin með miklum afföllum af upphaflegum eigendum sem vilja ná því sem þeir geta strax. Gróðinn skilar sér svo ef skuldabréfin hækka í verði með tímanum. Eigendur Burlington 2 sjóðir á Írlandi, einn í Bandaríkjunum. Bandaríski sjóðurinn Davidson Kempner gamalgróinn og sérhæfður í svona viðskiptum. Engir íslenskir aðilar í hópi stjórnarmanna eða stofnenda. Engin stjórnarmanna í Burlington sem haft var samband við í dag vildi ræða sjóðinn
enda einkenni þessara sjóða að gefa lítið upp starfsemina. Þó Burlington verði stærsti eigandi Íslandsbanka, mun skilanefndin ráða ferðin í bankanum næstu árin og sennilegt að Burlington hafi fyrst og fremst áhuga á skuldabréfahagnaði, ekki á að reka banka á Íslandi. Burlington hvergi nærri eini vogunarsjóðurinn sem gerir kröfur í þrotabú Glitnis. Þorri kröfuhafana eru vogunarsjóður af ýmsu tagi. Tökum dæmi 4 fyrirtæki: Canyon Partners, Constellation Capital, York Capital Management og Third Point, öll með höfuðstöðvar sínar í Bandaríkjunum. Öll reka þau fjölda sjóða sem gera kröfur í þrotabúið eins og sjá má, og öll eiga þau sjóði með Luxor Asset Management, sem því eins konar miðpunktur. Luxor í eigu franska bankans Société Générale. Sá banki umsvifamikill í skuldabréfaviðskiptum og nú greinilega orðin miðja viðskipta með skuldir Glitnis.